Katrín Jakobsdóttir, velkomin til Víkurfrétta. Takk. Þú ert búin að vera á ferðinni í dag? Já, búin að eiga frábæran dag hér í Reykjanesbæ. Fara víða, hitta marga og búið að vera einstaklega vel tekið. Hvernig list þér á? Það er mikið í gangi, eða? Það er mikið í gangi, mikill vöxtur, sko mikið af tækifærum, uppbyggingu, maður sér að það er allstaðar verið að vinna nýjum verkefnum þannig að þetta er bara búið að vera mjög svona mikill innblástur að vera hér í dag. Það er ekkert langt síðan að við tölum saman hérna bara fyrir 2-3 mánuði síðan eða minna í Grindavíkur málum. Þú er náttúrulega aldeilis komið þar við sögu eða þurft að taka á slíkum málum. Já. Myndirðu segja að það hafi verið, þó þetta skipti ekki forsetan, en heldur er þetta eitt af þínum svona erfiðari málum sem forsetis að það? Já, það er náttúrulega feikilega erfið staða. Ég veit þú varst í heimsfaraldur með gríðarlega erfitt en þetta er fordæmalaust mál, Grindavík. Já. Sko auðvitað heimsfaraldurinn gríðarlega erfiður og langvarandi en nú erum við ennþá með þetta ástand og það sem er svo erfitt fyrir Grindvíkinga er að það er áfram þessi óvissa um framhaldið sko. Það er ekki eins og hér verði einhver atburður og honum ljúki. Þetta bara heldur áfram og ég hef nú búin að hitta allnokkra Grindvíkinga í dag sem eru hér og auðvitað víðar en þau hafa líka staðið sér ótrúlega vel í að halda hópinn og mæta á leiki í meistaraflokkinum í körfunni, þetta er nú spennandi að vera þar. Þannig að sko, en það er flókið að halda saman samfélagi sem er drift svona við. Já, en að forsetaembættinu sem að þú fékkst áhuga á eða fékkst hvatningu að, en það er svona aðeins, sumir hafa spurt að fara úr forsetisráðuneytinu, forsetisráðherra Íslands, vill verða forseti Íslands. Svona, ef ég spyrði það, hvernig myndirðu svara því? Ég skil alveg þessa umræðu, en það sem ég hef verið að segja er að við erum með ofboðslega mörg vestræn lýðræðisríki þar sem við erum með bara nákvæmlega þessi fordæmi. Frakkland, Finnland, dæmi frá Möltu, Ítalíu. Þetta er ekki óvenjulegt víða. Það er ekkert í stjórnskipaninni sem kemur í veg fyrir þetta. Auðvitað er eðlilegt að fólk spyrji af hverju tekur þessu ákvörðun, en það er auðvitað vegna þess að ég var búin að taka þá ákvörðun að gefa ekki kost á mér í næstu þingkosningum. Enda búin að vera 17 ára á þingi, ætlaði mér að vera 8 í upphafi, en það var 2-fall lengri tími og risaverkefni eins og þú varst að nefna. Hvert risaverkefni á fætur öðru. Þannig að þegar fólk fór að hvetja mig til að íhuga þetta, þá hugsaði ég kannski bara rétt að láta kylfu ráða kasti og gefa kost á mér í þetta, því ég er auðvitað ekki bara stjórnmálamaður, þó að auðvitað býr reynslan í mér og þekkingin. Ég er líka manneskja sem hef margháttaða reynslu og virkilega tel mikilvægt hver sinnir þessu embætti og með hvað hætti það er gert. Myndu fara með sterka reynslu, ef ég spyr frekar, hvað myndu svona taka mest með þér úr þinni stjórnmálareynslu inn í forsetaembættið eða þú verður kjörinn? Ég held að það sé mikilvægt að forseti hafi þekkingu á stjórnskipan og stjórnmálum og ég hef auðvitað gefið mikinn tíma á meðan ég var í stjórnmálum í það verkefni að vinna í stjórnarskrármálum þó að sú vinna hafi ekki skilað breytingum áþreifanlegum, þá liggja fyrir mjög góðar tillögur. Þannig að ég hef áhuga á stjórnskipaninni og mikla svona þekkingu tel ég eftir þessa reynslu. En það er líka mikið að forsetinn skilji gangvirki stjórnmálana. Það er forsetans að tryggja þessi starfhæf ríkisstjórn í landinu. Það er forsetinn sem þarf að fylgjast með málum á þingi og vega og meta hvort að þau bara fara í gegn eða hvort að rétt sé að skjóta þeim til þjóðarinnar. Ég held að það sé ekki tilviljun að sá forseti sem virkjaði málskotsréttin hafði einmitt reynslu úr stjórnmálum. Og síðan er eðlilegt að fólk spyrji þú sem kemur úr flokkapólitík, geturðu tekið óhlutdræga afstöðu og þá segi ég... Ég sé alltaf að spyrja það. Já, ég meina, ég er búin að segja skilið við stjórnmálin, ég er ekki í leyfi frá stjórnmálunum, ég hef sagt skilið við þau og ég treysti mér vel til þess að taka ákvarðanir með þjóðarhaga leiðarljósi því ef ég gef mig í þetta embætti þá er mín hollusta við þjóðina eingöngu en ekki fyrir vinnufélaga eða fyrir flokksfélaga og við erum auðvitað með fordæmið aftur frá Ólafi Ragnari sem ekki einu sinni heldur tvisvar sendi eitt umdeildasta mál síðar í tíma í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá satt nú ríkisstjórn sem að meirihluta til voru hans fyrrum félagar
á vettvangi stjórnmálana. Þannig að sko forsetinn getur engu leyft að ráða nema þjóðarhag og ég hef sagt þennan rétt á að nýta sparlega en ef málin eru stór með langtíma áhrif varða mögulega grunngildi okkar og það þessi djúpstæði ágreiningur þá það sem ræður för en ekki eins og ég segi gamlir félagar á vettvangi stjórnmálana. Ef þú nærð ekki kjöri, myndu þá fara aftur í pólitíkina? Nei, nú það bara, þeim kafli lokið og það nú bara þannig að ég einmitt, þú veist, sú ákvörðun bara liggur fyrir. Þetta eru 2 stórar ákvarðanir sem ég tók, annars vegar að segja skilið við stjórnmálin og hins vegar að gefa kostum við þetta embætti. En ég hef engar áhyggjur af því að vera verkefnalaus og ég hef nú verið að leggja mikla áherslu á tungumálið og menninguna og söguna í minni kosningabaráttu og ég ekki nokkrum vafum að ég átti að beita mér fyrir þeim verkefnum þó að ég verði ekki kjörin. Get ég spurt svona, get ég beðið að nefna, skulum við segja, bara kannski örfá atriði sem að þú hefur mestan áhuga á, hvað segja, svona sem þú myndir byrja á sem forseti, eða þú verður kjörinn forseti? Já, sko ég var að nefna tungumálið og það mál sem ég hef áhyggjur af. Liggur þið nærri? Já, stendur mér nærri að því að ég lagði stund á íslensku og íslensku fræði og bókmenntir og það ótrúlega mikið búið að breytast í samfélaginu. Sko á 10 árum við auðvitað búin að sjá mikla fjölgun í hópi innflytjenda og það auðvitað sérstök áskorun en við erum bara líka búin að sjá tækniþróun sem að gera það verkum að við sjálf og börnin okkar erum umkringd sko ensku málumhverfi stóran hluta dags. Við erum að heyra börn með íslensku á móðurmáli, jafnvel spjalla saman á ensku af því að þau eru að ræða einhverja tölvuleiki eða eitthvað slíkt. Við erum líka að sjá að hlutir bara eins og fyrirtækjaheiti eða bara skiltin sem eru sett út til að auglýsa hamingjustund. Það stendur yfirleitt happy hour sko. Og ég segi sko við þurfum aðeins að taka afstöðu til þess sem þjóð. Því þetta nú rótin okkar. Við erum búin að tala þetta mál síðan á 10. öld sko. Frá því við komum hingað. Og það auðvitað umhugsunarefni ef við ætlum svona að horfa á það bara gerast að það gliðni undan íslenskri tungu. Og við þurfum að eiga þetta samtal og ég held að forsetinn sé rétti aðeins til þess að setja þessi mál á dagskrá. Þetta stórmál á Suðurnesjum, hér þriðji hver íbúi af erlendum uppruna. Já, ég var nú einmitt bara í dag að ræða við íbúa af erlendum uppruna. Hann var nú bara búinn að vera 1 ár og við spjölluðum saman á einhvers konar blöndu. Mér fannst hann bara standa sig vel, en þetta þetta líka, sko, það tekur tíma að kenna fólki íslensku og það víða verið að gera það vel. En við þurfum líka að ræða sko hvar verið að gera það vel, hvernig getum við stutt betur hvert við annað, hvernig getum við stutt betur við kennara sem standa frammi fyrir því að vera með 14 þjóðerni í kennslustofu. Það eru margir hér á Suðurnesjum sem eru með ansi mörg þjóðerni inn í skólastofu. Já, og ég búin að hitta nokkri í dag. Þannig að, og það sem kannski samt sko vekur mér bjartsýni hvað fólk tilbúið að leggja mikið á sig í þágu tungumálsins. Og mér finnst satt að segja, þó einhverjum kunna þykja þetta gamaldags, þá finnst mér vera góður hljómgrunnur fyrir því að þessi mál verði sett ofar á dagskrá. Svo umræði hefur komið upp að sé svona stundum getur við satt pínu gjá á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins getur við sagt. Og þú nú býr þarna í 100 og hvað eitthvað? 107 Reykjavík. Og alinn upp í 104. Já, þannig að Já, ég Reykvíkingur og skammast mín ekkert fyrir það sko, en líka verið meðvituð lengi að það sko óbúslega mismunandi aðstæður, mismunandi aðgengi að þjónustu, mismunandi samgöngur og ég finn það eiginlega okkur einasta fundi sem ég fer á. Að fólki finnst gjáin ekki vera, sko heldur að breikka, skulum við segja, þeim finnst hún heldur vera að breikka en hitt. Og að skilningurinn sé ekki nægjanlegur á þessum mismunandi aðstæðum. Það aftur finnst mér vera eitthvað sem forseti getur gert eitthvað í. Ég meina forsetin á að vera að ferðast landið og hlusta á fólk, ekki bara mæta og taka þátt í hátíðahöldum, heldur gefa sér tíma. Og ég tel nú að fyrir forsetar hafi verið dugleg að gera nákvæmlega þetta, að fara landið. Kannski enn meiri þörf á því nú en nokkru sinni fyrr.
Af því svo eru þetta á sama tíma og fólk upplifir þessa gjá þá eru náttúrulega líka tækifærin allstaðar hringinn í kringu landið eins og maður finnur bara hér. Það er svo mikið að gerast og það er svo mikilvægt að sko við aukum þennan skilning. En hvernig getur þú gert það? Hvernig getur forseti, getur við sagt, ef við segjum að landsbyggðin eigendur högg að sækja á ýmsum málum, þú veist, það er við þurfum ekki að fara kannski eitthvað nánar út í það, en það er til dæmis dýrara fyrir marga landsmenn eða fólk út á landsbyggðinni að sækja sér læknisþjónustu og annað og ferðast og annað, þú veist, þetta er þannig að fólk sem býr út á landi að þið finnst þið kannski ekki fá þennan skilning, skilur, akkur er ekki aðeins meira jafnræði í þessu. Er þetta pólitík eða? Það eru þetta mörg viðfangsefni í þessu á vettvangi stjórnmálanna, en forseti getur gert ýmislegt og það er ástæðan fyrir, sko, eitt sem ég finnst dálítið merkilegt, ég er búin að fara við það og allstaðar finn ég hvað fólki finnst þetta embætti mikilvægt. Ekki vegna þess að fara með völd mikil, því þau eru svona formlega séð, fyrst og fremst þessi svona sem við þekkjum, en forseti hefur áhrif og forseti getur verið til staðar þegar á bjátar. Hann á að vera sá eða sú sem þjóðin getur hallað sér að og hann getur svo sannarlega sett mál á dagskrá. Og ég var nú að ferðast sunnanverða Vestfirði. Þau rifjuðu upp orð fyrrum forseta þegar hann ræddi ástand vega á Vestfjörðum og það varð allt vitlaust, við munum alveg eftir því. Þannig að auðvitað getur forseti sett mál á dagskrá en líka bara tryggt að vera aðgengilegur land allt. Lýðræði er orð sem er gríðarlega mikið notað núna í þessari kosningabaráttu. Það er allar að tala lýðræði. Já, lýðræðisveislan. Já, þetta er lýðræðisveisla. Já, sko, það er eiginlega hitt kannski stóra máli. Það eru svona 3 mál sem ég hef verið að ræða á fundum. Það eru málefni íslenskunnar, það er samheldnin í samfélaginu og hvernig við stuðlum að aukinni þáttöku og það er auðvitað nátengt lýðræðinu. En ég er að horfa á þáttökuna í víðara samhengi því þú veist, auðvitað hugsa maður sé aðeins þegar maður sér til að mynda bara þáttöku í sveitarstjórnarkosningum fara töluvert niður, eins og þið þekki. Já, lítil kosningaþátttaka hér í síðustu kosningum. Já, og það er eitthvað sem ég finn að fólk hefur áhyggjur af hér í samfélaginu. Og þá fer maður að hugsa, sko, þetta er allt samtengt, sko. Bara þáttakan í íþróttastarfi, tómstundastarfi, sjálfboðastarfi, þáttaka í stjórnmálastarfi og mæta á kjörstað. Þarna held ég að forsetinn hafi hlutverki að gegna. Af því að ég lít svo á að einn sterkasti eiginleiki í íslensks samfélag sé þessi samheldni. Og við erum náttúrulega ósammála mjög margt á Íslandi og það er gott. En hér er enn mikið traust á milli fólks. Það er svona traust í samfélaginu. Við bara höfum ekkert sérstakar áhyggjur af því að vera hér og lifa og hrærast saman. Og það er eiginleiki sem ég finnst mikilvægt að standa vörðum. Og það er líka svona hluti af heilbrigðu lýðræðissamfélagi. En á sama tíma hef ég verið að benda á að við erum að sjá mjög víða grafið undan lýðræðinu í heiminum. Það eru líka stór ríki sem eru ekki lýðræðisríki að taka meira og meira pláss. Við erum að sjá bakslag í mannréttindamálum í heiminum og þar sé ég fyrir mér að forseti Íslands geti verið mjög sterk rödd á sviði jafnréttis, friðsamlegra lausna, lýðræðis og mannréttinda. Höfum við eitthvað til málanna liggja þá við séum fá á alþjóðasviðinu? Þú ert nú búin að vera þar. Já, ég bara þekki það reynslu að það er hlustað á okkur og við eigum að nota röddina til þess að koma góðu til leiðar og þetta eru gildi sem ég held að Íslendingar séu vel flestir sammálum, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti, friðsamlegar lausnir. Þetta eru þau gildi sem við eigum að rækta hér heima og tala fyrir að heiman. Þú komst inn á áðan á kosningafundi eða kynningafundi með Vigdísi. Já. Hún var vissulega frumkvöðull í forseta. Hún var áhrifavaldur í mínu lífi og leyfi mér að segja bara allra stelpna því ég var nú 4 ára þegar hún var kjörin og það alast upp með konu sem forseta, fyrstu konuna sem var lýðræðislega kjörin sem forseti. Gerði það verkum og ég held að sko mín kynslóð og fleiri hafi upplegað já, heyrðu, við stelpunar getum svo margt og ég held að þetta hafi breytt ótrúlega miklu fyrir íslenskt samfélag og hún auðvitað hafi líka mikil áhrif bara út í heimi vegna síns kjörs og framgöngu sinnar eftir kjöri. En hún var líka þessi stóðstytta og ég hef stundur rifjað upp snjóflóðin hræðileg, Súðavík og Flateyri. Hún fór vestur og ég veit að fólk þar man það ennþá.
En á þessum tíma var ég ármaður í skólafélagi menntaskólans við Sund, sem nú ekki frásögu færandi, og við sem vorum í forystu fyrir framhaldsskólana á þessum tíma vildum gera eitthvað til þess að sýna samhug fólkinu fyrir vestan. Og við ákváðum að efna í blísför og svo ákváðum að hringja í Vigdísi Finnbogadóttur. Og það var svona þetta augnablik sem við hugsunum með að þora það, sko. En að sjálfsögðu tók hún erindi okkar vel og mætti á þessa blísför ásamt sko tugum þúsunda manna. Og ég gleymi aldrei, þetta svona undir lokinu á hennar tíma, embættistíma, hvernig hún einhvern veginn tók utan þjóðina og tók okkur þessum framhaldsskólanemum svo vel í okkar erindrekstri og þetta var algjörlega ógleymanleg stund. Forsetinn þarf að geta hlustað og tekið utan landsmenn. Hann þarf að vera til staðar þegar á bjátar. Svona bara í lokin, hvernig tilfinningin að vera í kosningabaráttu, öðruvísi kosningabaráttu og svona hvernig hefur gengið? Allt öðruvísi. Það er rosalega gaman. Skoðanakannanir á hverjum degi nánast og dynja yfir því tölurnar. Já, og ég sko var efst í síðustu viku og svo var ég bara komin neðarlega og svo var ég aftur á uppleið þannig að ég einhvern veginn læti þetta nú ekkert mikið á mig fá. Mér finnst mér vel tekið, mér finnst gaman í þessu, ég er nú bara dálítið gamaldags, ég er að halda fundi og hef hitta fólk og tala við fólk og bara legg mig og mína sýn í dóm kjósenda og eins og ég segi, það er þjóðin sem velur forseta, hún kemst bara réttri niðurstöðu, hver sem hún verður, en þetta er búið að vera mjög gaman. Þetta er þokkalega bjartsýn? Já, ég er bara mjög bjartsýn. Og þetta er skemmtilegt? Þetta er mjög gaman. Gangi vel og takk fyrir. Takk.